Landbúnaðarráðherra segir að stjórnvöldum beri að standa vörð innlenda matvælaframleiðslu. Hann segir gagnrýni frá samtökum verslunar og þjónustu misskilning. Samtökin séu drifin áfram af annarlegum sjónarmiðum. Samtök verslunar og þjónustu hafa sakað Jón Bjarnason landbúnaðarráðherra að gera allt til að hindra innflutning á landbúnaðarvörum með því að hækka tolla. Tollar og innfluttar landbúnaðarvörur hafa hækkað verulega eftir að ráðherra breytti tollum úr svokölluðum magntollum í verðtolla. Og þetta mestu misskilningu hjá samtökum verslunar og þjónustu í þessum efnum, enda skil ég ekki fyrir hverja þeir eru í hagsmunabaráttu fyrir, allavega ekki fyrir almenna neytendur og launþega í landinu. Það er einhver önnur sjónarmið og annarleg sem að drífa þau áfram. Jón bendir á að þegar hann breytti innflutningstollum hafi hann farið að lögum og það komi fram í nýlegu áliti umboðsmanns Alþingis. Þó þar segi einnig að lögin sjálf samræmist ekki stjórnarskrá. Hins vegar bara ber okkur að standa vörð og tryggja innlenda matvæla og fæðuframleiðslu, tryggja störf hér í landinu í matvælaiðnaði. Og ég held okkur veitum ekki heldur betur af, ekki viljum við vera að taka erlend lán til þess að vera að eyða og skerða og veikja innlenda matvælaframleiðslu. Ég held að enginn vilji það. En af hverju var tollunum breytt? Var markmiðið að draga úr innflutningi? Það er sjálfum sér sama hvar aðferðin þarna hefði verið beitt og var heimild til að gera.